Gefum íslensku séns, markhópur átaksins fyrst og fremst móðurmálshafin eða þeir sem kunna mjög góð skil á tungunni. Og við vörpum upp spurningunni hvað móðurmálshafin getur gert til þess að hjálpa þeim sem að læra að ná betri tökum á tungumálinu. Og það einmitt meiningin að virkja almenningin til að taka þátt í þessari kennslu vegna þess að kennslan á sér ekki bara stað í skólastofu. Það byrjunin, það þarf til þess að koma fólk af stað, en svo daglegar æfingar náttúrulega út í samfélagi með sínum nánustu, en líka kollegum eða bara út í búið eða það sem Við höfum haldið fjöldanallana viðburðum. Það sem ber hæst og hefur nú verið vinsælast hinn svokallaða hraðíslenska. Það lítur sömu hugmyndafræði og hið svokallaða speed dating. Fræðslumiðstöð tekur þátt í Gefum íslensku séns með Háskólasetri. Við höfum tekið þátt í hugmyndavinnunni. Við höfum verið þáttakendur á ráðstefnum, tengdu verkefninu. Við höfum komið að viðburðum og markaðssetningu. Við höfum farið í ákveðna endurskoðun og það hefur líka bara verið svona kannski ákveðin gerjun sem hefur átt sér stað á þeim tíma sem verkefnið hefur staðið. Þannig að ég myndi segja að verkefnið hafi verið mjög jákvætt fyrir fræðslumiðstöð. Tungumál lærist ekki nema það sé notað. Það mjög einföld sannindi. Ég finn að verkefnið hefur vakið fólk til umhugsunar í samfélaginu og ég merki það bara í tölfræðinni að það aukning á íslensku námskeiðum hjá okkur. Maður sér mjög mikil áhrif á þessu alls staðar hérna í kring. Ég mjög meðvituð að tala meira íslensku, sérstaklega þegar þetta í gangi. Ég algjörlega á því að verkefnið hafi komið mér persónulega til góðs vegna þess að ég hef alveg fengið mikinn innblástur í þátttöku þessa verkefnis. Og það bara, frábært í sjálfu sér að kveikja á innri starfshvöt og virkja svona eldmóðin og það bara yndislegt. Að kunna góð skil á íslensku hjálpar og eykur tækifæri allra. Ég ætla að gefa íslensku séns. Gefum íslensku séns. Gefum íslensku séns. Gefum íslensku séns og tökum öll þátt.